Já, heyrðu, við ætlum að ræða ferðamála eins og við verðum svolítið að gera undanfarið. Hingað kominn Guðmundur Björnsson sem aðjúnkt í ferðamálafræði við Háskólann en margreyndur leiðsögumaður og verið í ferðaþjónustunni eða ferðaiðnaðinum eða hvað þetta kallað? Við viljum kalla þetta helst ferðaþjónustu. Því að iðnaðurinn vil við notum það oft það að við verum að búa eitthvað til og við þjónustun og ferðamenn við búum það ekki til. Sko. Þannig að ég legg segir ferðaiðnaði þegar manni finnst þetta að vera orðið ansi mikið og fyrirferða mikið. Það er svona oft notað skammaryrði. Það er skammaryrði en við leggjum nú mikla áherslu á það við nemendur okkar byrja í grunnnáminu að þeir tala ferðaiðnað, ferðamannaðiðnað og það fer nú oft fyrir brjóstið á okkur fræðimönnunum og rannsakendum og við snúum þeim niður með það eins og skota þetta heitir ferðaþjónustu því þetta sé þjónustugrein. Þetta er atvinnugrein sem hefur vaxið ógnarhratt. Já. Það er fátt sem hefur vaxið hraðar á Íslandi. Nei, þetta er orðin ein af mikilvægustu atvinnuvegunum hjá okkur og svona byrja að vaxa eftir hrun með lágu gengi og síðan bættist Eyjafjallajökulsgosi við sem er besta auglýsing bara Já, og ofan í því að lagðist þetta átak stjórnvalda Inspired Ísland sem svona jók þetta enn frekar og það er svona það leiti sem að ég fer að svona hasla með meiri völl í þessu þó ég hafa nú verið að leiðsegja ferðamönnum alveg frá því 96 fyrsti hópurinn sem fór með að skoða hvernig landið leit út eftir Gjálpargosið fór að skeiðar á sand með hóp fólks en eftir Eyjafjallajökull og þennan mikla aukningu að þá svona ákvað ég að hasla með völli þessu og snéru baki við öðru og hófa leiðsegja erlendu ferðamönnum og síðar taka við kennslu og bæði í grunnnámi Háskóla Íslands og síðan eins að sjá leiðsögunám hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og hef svona sýn á þetta frá með nokkur sjónarhornum. Verið þið ráðgjöf líka ekki? Jú, við erum oft kölluð til. Ég hef nú svona reynt að sérhæfa mig öllu sem við kemur því sem við köllum hvernig við ferðumst á landið, hvernig við ferðumst það á númerkja. Umhverfistúlkun er mér mjög ofarlega huga sem er ákveðin svona aðförum það hvernig við túlkum landið og sjáum það til ferðamanna og hef svona einbytt mér og verið mest með svona minni hópa sem eru þá svona, stundum er það kallað svona hæg ferðamennska eða slow tourism eða þá svona hópar sem leggja áherslu á það svona nýjasta í þessu það sem köllum nærandi ferðamennsku, regenerative tourism. Þannig ég hef ekki verið með mikið með mjög stóra hópa þó ég hafi skoðað það og hef svona komið að þessu mest og svona séð munin hvernig það er að vera að ferðast með hópa sem er komið í skemmtiferðaskipum sem er mjög ströng dagskrá það sem við tökum til með Skullarhringinn eða tökum ferð frá Ísafirði niður að Dynjanda með stopp á Þingeyri eða Hrafnseyri og er allt svona, það er svona meira svona eins og við myndum segja vondri ensku go go go. Aftur á móti hitt að þá er farið svona hægar yfir tími gefin, meiri nálað við þá þess vegna Íslendinga og reynt að hafa upp á þeim og blandaði minni í þetta og ég segi nú ofta erlendu ferðamenn að svona takmarki sé að leiða maður komast undir skinnið á okkur og það eru svona mismunandi ferðamenn við erum að fá og það gleymast oft í umræðinu að þeir ferðamenn sem eru að koma hérna eru með mismunandi væntingar það er allt frá því að það kemur hér, ég heyrði sögu af Asíubúa sem kom bara upp á Keflavíkurflugvöll og vildi fá leiðsögn og það var nokkur atriði meðal annars að hann vildi komast í Silfru og hann fór þangað að deyf sér niður, tók selfie og fór sín heim á hótel þá bara eins og einhver segir með sína komplist svo eru hinir sem að vilja hitta Íslendinga, jável fara fyrirlestur íslenska sögum, íslenska menningu og við heimsökjum jável stofnanir við til dæmis á sínum tíma manni eftir dæmi svo mjög skemmtilegt á heimsöktu Háskólann Akureyri með hópa bandaríkjamönnum sem að fengu að vita allt hugmyndur vindorku og hvernig við værum að gera það og meistaranemar sáum þá kynningu og gátu þá spurt þannig að það var svona svolítið vinn-vinn fyrir báða, fyrir meistaranemanna að segja frá því sem það var að gera og kynna það og annað og síðan fyrir bandaríkjamenn að komast í tæri við erlenda ferðamenn. En þetta eru náttúrulega, við segjum sér sjálft og það er ekki margir sem að komast í þetta. Við getum ekki búið þessum 2,2 milljónum í heimsókn inn í skólanum. Sko. En þegar atvinnugreinar eru byggðar upp á Íslandi þá verður það oft gert bara með því að það fara bara allir og djöflast eitthvað. Já.
Þekkt dæmi náttúrulega fiskaldið, þar sem bara farið í gang eitthvað og svo þegar allt komið í gang og allir annmarkanir eru farin að birtast að þá að búa til reglugerð fyrir og þá það gert svona utanum allt braskið sem það var búið til því að það eru komnir hagaðilar sem að má ekki þrengja að þeim. Nei. Er ekki þetta sama sem gerði þeirra við ferðaþjónustuna? Hún var bara vilt af vestrið? Jú, það má segja það mörgu leyti og svona því miður þó eins og ferðamálafræðin er til ung grein á Íslandi. Þetta er ekki búið að vera kennt með cirka 20-25 ár við HÍ og mínir mentorar í því voru svona frumkvöðlar í því starfi og ýmislegt sem rak það áfram og fóru strax í rannsóknir og það er til dæmis til grein sem eftir Dóru Sæþórsdóttur sem hún skrifaði skömmu eftir aldamót þar sem hún fór upp í Landmannalaugar og var að ræða við ferðamenn og var með varnarorð út frá þekking og reynslu annarra landa og bent á að ferðamennskan og ferðaþjónustan væri svona alþjóðlegt fyrirbærið og haga þessu svolítið líkt og annar staðar og var með varnarorð og hún fór síðan aftur í 2010. Var við hverju þá? Að svona fjölsóttu ferðamannastaður að hann gæti vaxið og hann myndi ekki dafna nema innviðir og annað myndi fylgja með og við þyrftum að horfa til þess að svona staður hefði ákveðin þolmörk því að þarna strax upp á 2000 að þá voru sumir ferðamenn að segja að það veri orðið of mikið af ferðamönnum þó þeir væri mun færri en þeir eru í dag og það var svona áhætt að þessi náttúrusæknu ferðamenn myndu þá leita eitthvað annað og við höfum séð það að það hefur gerst að það er til gerð ferðamanna sem eru að koma til Íslands að því að við erum auglýsa þetta sem ósnerta náttúru, ósnortin víðerni, þetta við sýnum myndir að hálendinu eru kalla fólk til og svo kemur það hingað og fer upp í Landmannalaugar eins og sumir lýsendur úr sem rannsóknum þetta er eins og í flóttamannabúðum það sem fólk út allt og það var ekki það sem við ætlum að fara og hún svona og fleiri sem sagt vöru við þessu og þróun aftur gerir rannsókn 2010 sem sýndi þetta sama og þá voru orðið meira óþol gagnvart þessu og voru fleiri sem að fannst og bargir þarna og síðan aftur var þetta gert núna eftir 2020. Þetta er allstað svona að ég meina það er líka fólki í kringum Eiffelturnin. Já. Og það er margt annað sem getur skoðað í París sem er skemmtilegra en það. Já, það verða til svona íkon sem að fólki finnst að þurfa. Þú verður bara að fara og það verður að fara silfru og sko annars hefur ekki komið til Íslands nú stimplið inn á Gullfoss og Geysi. Reyndar er sko náttúrulega Eiffelturnurinn er svona manngert aðdráttarafl og náttúrulega var byggt á sín í tíma svona tímabundið og það er svona mun auðveldar að byggja upp innvið það eru lestarsamgöngur og leigubílar og hvaðina sem hægt er að nýta en það ekki kannski við marga okkar vinsælustu stöðum eins og Gullnahringinn eða Bláalónið. Samt er það þannig að ég hugsaði þetta svolítið þegar ég var að ferðast í Skotland á þessum tíma. Þá sá maður að það er svona Natural Trust sérumynda og byrjaði líklega á Stonehenge og svona og það er margir sem koma þangað og það er búið til eitthvað svona móttaka og til að segja við ímynd okkur Þingvelli. Þú getur hort á það núna, nei það er bara sprungi á Þingvellum eða þú myndir bara stækka þjónustumiðstöðina þar sem að fólk kæmi þar inn og myndir dvelja þar og á leiðinni að þá kannski getur þú tekið sama fjölda og meiri, en það er bara ekki allir að hókra þeirra á sömu stöðunum sko meðan. Það er svona, maður tók eftir þessu hvernig þetta kom að einhverjum eftirsóta stöðum, það kom maður inn í einhverjum svona miðstöð og það var náttúrulega selja mann eitthvað og maður gæti borðað eitthvað og maður gæti pissað og maður gæti ef það var vont veður og þá gæti maður horft á einhverja sýningu sem að sýndi það sem maður var að fara að skoða, kannski fyrir þá sem að eru kannski ekki jafn ferðafærir og aðrir eða þú veist, þú kannast við þetta og þá var maður að velta fyrir þetta fyrir einhverjum árum síðan. Af hverju eru við ekki að byggja upp eitthvað svona kerfisbundnara eins og Reynisfjöru? Það er ekki þar sko. Nei, það er veitingastæður og malaplan en sko til það er bara því sem einhverju business bjóð til. Hvað heldur að margir komið þarna á ári? Ég hef nú ekki þá tölu á taktunum. Það er náttúrulega svo mikið fjöldi að það færi til dæmis til Bretlands eða Skotlands eða Englands og myndi skoða sambærilega staði þá væri þarna komið bara rísa móttökustöð. Og eftir við láður staðheldur veitingastæður sem nánast niður í fjöru í dag. Já, og þú fengir ekki að fara niður í fjöruna að labba í gegnum eitthvað þar sem hefur verið sagð frá hættunum og öllu þessu. Sko á þetta hefur verið bent og ég á sínum tíma þá var ég svo heppinn að fá að taka þátt í ákveðinni svona stefnumótunarvinnu með Arandi Þjóðgarðinn og Þingvöllum. Það var töluvert langt síðan og var þá
mann rétt fulltrúi landverndar í því akkurat, ég var eins og stjórn landverndar og þá var meðal annars spennt á það að þetta hakið væri að springa og þar þyrfti að gera eitthvað og það var farið þá í það að setja upp þessa glæsilegu sýningu og húsnæðin var stækkað, bílastæðin voru stækkuð og það voru strax þá, þetta er örugglega 15 ár síðan, komnar hugmyndir að þá að fara að taka svona afgangsgjald eða bílastæðigjald og meðlans benti ég á það og að því vorst að tala Stonehenge og þangað sem ég hef komið, bæði fyrir og eftir breytingar, af þessari fyrirmynd og þingvellir hafa smá saman verið að fara í þetta og þetta má alltaf gagnrýna hversu seint var kannski gripið inn í það en sko af viðtölum við þjóðgarðsverð og fræðslufulltrúa sem við erum ágæti sambandi við förum með nemendur þarna í vettvangsverð og annað, að þá svona á svona venjulegum dögum þá ræður þingvelli við það sem er erfiðast verið það eigi í að það er ákveð stjórnleysi varðandi skemmtiferðaskipin þegar koma 3 risaskip og það labba 7.000 manns og það er svona eiginlega rásmark það sem allir leggja sama stað á sama tíma, reyndar er reynt að fara svona rangsælis og réttsælis en það er ákveðin stýring sem að kannski væri hægt að fara í og ég hef talað fyrir og þá kannski vantar ákveðu hugrekki og sama því nefnir og sko munurinn kannski stóru munurinn á Þingvöllum og síðan Reynisfjöru er það að Þingvellir eru þjóðgarður sem með stjórnun og verndunarnáætlun. Þess vegna nefndi ég National Trust sem að ég held að virki þannig að þeir byggja upp og það er tekin svo þetta að vera í félaginu en það fólk kaupir sig inn í það og fer á Stonehenge svo það er búið að þá notar segjum þetta væri á Íslandi þá var þetta búin að byggja upp á Þingvöllum og það haldi áfram að koma inn peningar og þá byggir upp á Reynisfjöru og Jökulsárlóni og heldur bara áfram en núna eins og systemur á Íslandi þá er eins og sé bara hvert staðu fyrir sig sem að byggja sér upp af eigin tekjum sko. Þannig þá erum við ekki svona þá er ekki hægt að vera með einhverja framsýn í uppbyggingunni sko. Og það á svolítið við þá staði sem eru þá ekki undir hatt annarkvært umhverfisstofnunar eða hins opinbera eins og Reynisfjara er í einkaeign og fleiri staðir og það vantar ákveðið svona þá kannski svona regluverk fyrir því og sko núna sem sagt sín tíma þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var ráðherra þá var kynnt hugmyndunum fyrirmynda ferðamannastaði að vörðuna og það áttu svona að byrja á þessum stöðum í ríkiseigu sem Gullfoss, Geysi, Þingvelli og Jökulsárlón sem voru þá í ríkiseigu og þar hefur verið farið áfram við sjáum að það er svona hreyfing í þá átt en aftur endar við upp á Gullfossi að það er svona er í sameign aðila Geysi voru þetta mikil vandræði þangað til ríkið tók þetta bara eignanámi og ég hef nú bent aðilum á að því þú talaður Stonehenge sem þetta var gert til fyrirmyndar og Stonehenge var ekkit ósvipað Geysi þar kerður svona eiginlega á milli þessa merkilega staðar það var bara akvegur þar við hliðina og það var allt í einni kaos og þeir veltu þessu fyrir sér meðal annars English Heritage sem hafði umsjón með þessu og sagði hingað ekki lengra og þeir bara tóku í burt heilu vegina tóku þjónustumennustuna langt í burtu og þú sérðan ekki þegar þú ert komin þangað þetta er hálftíma gangur og þú hefur val að vera skuttlaðna nyrtir eða að þú gengur og þetta er allt önnur upplifun að koma eftir þessa breytingu og það er ákveðin stýring út settur út á ákveðinu stað þannig að það ganga allir svona réttsælis hringin í kringum þetta og við fengum svona tilfengunum værum ein en það voru sko þúsundir manna þannig kring og í uppbyggingunni við Geysi nú loksins komið það búið að taka þetta eignanámi að það er komið þarna skipulag að byrja að vinna en þar sem við setjum fólkið út það fer yfir þjóðveg og eitt fjölfarnasta þjóðveg utan Reykjavíkur og það er alveg stór merkilegt að verði ekki fleiri slys og það hafa margir bent á að auðvitað ætti að taka þjóðveginn og færa hann austur fyrir þjónustumiðstöðina og það ég hef séð og heyrt plön það en það vantar og sko það er búið að tala með mörg ár og þarna aftur er það á landi einhvers annars og þeir eru kannski ekki til í það eru þjónustaðilarnir, þjónustumiðstöðin er í einkaeign, hótel er í einkaeign og þetta samtal það vantar oft milli þessar aðal og þið sjá þessar væntingar. Það er náttúrulega bara engin sátt það hvernig það á að byggja upp sko, ég meina hvort það ég að vera að gjaldtaka ferðamannunum eða hvort það ég að vera tekin virðisaukaskattur fullur af ferðaþjónustunni eða hvernig það á fjármagnir það bara er ekki sátt það. Og menn svona og meðan er eitthvað svona alltaf verið að tala eitthvað sko. Þá Þórdísi Kolbrún þegar hún var ferðamannaráður og var alltaf að tala eitthvað svona átök og svona en það gátt ekki sett sko klósett við Dettifoss sko.
Nei, Þú veist, ef þú getur gerist klósett, sko, hvað á ég að treysta þér? Já, þau eru reyndar, eru loksins komin. Já, það voru þetta versta upplifun sem ég var orðið á Íslandi var að opna, sko, kamra við Dettifoss. Já, veistu hvert eru komin núna? Nei. Þessu sömu kamerar? Nei. Þeir eru komin með öskju. Þetta nýta þetta almennilega, en þeim var breytt og það er aðeins betur upplifun. Nei, sko, ég hef búin að velta þessu mikið fyrir mér þegar þessi umræða varðandi þessa stjórnleysu gjaldtöku sem og við svona margir í minni stéttföss og sveigja yfir þessu og ég get alveg tekið undir þessu en ég hef líka ákveðin skilning. Stjórnleysu gjaldtaka að tala kannski bílastæði við Seljalandsfoss og Já, og þetta sem er kallað, já, það var nú kannski fyrsta þar, það sem eigendur tóku við því sem var búið að borga hinn opinbera, en það er svona oft, þetta gert undir því yfirskyni að það eiga sér staðið eitthvað innviðuppbygging og svo lætur hún sér bíða, það er bara stundu bara ítt út malaplani og reyndar eins og fyrir norðan við Hveraröndu í Námaskarði, það er reyndar komið malbyggasvæði og annað, en það er ekkit mikið meira komið, en það er löngu að byrja að rukka. Og svona áætlanirnar það hvað kemur næst að þegar ég leita eftir því og skoða heimasíður þessa einhver hlutafélagi sem eru stofnum þetta, þá sé ég ekkert hvað þarna er. Og ég myndi vilja sjá bara regluverk frá henni opinbera varðandi þessa gjaldtöku að það þurfi að megi ekki fara í hana fyrir en að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Og það mætti sjá fyrir svona ígildi stjórnunar og innviða áætlana sem að eigendur þurft að sýna fram á áður en þeir færa að innheimta. Sýna fram á uppbyggingu sem að byggist á því að venda náttúruna, að venda upplifun ferðamannsins af staðnum og veita honum einhverju þjónustu eins og hann geti gengið árna sinna og fengið sér að borða og það væri og skiljanlega náttúrulega vilja menn fá eitthvað svona hóflegt afgjald af sínum fjárfestingum og annað þeim dúr. En sko reynslan við annar staðir er hreinlega svo að einkaaðilar vilja gjarnan fá miklu meira og fyrr og eins er það að óþolinmótt fjármagn. Já, og sumir þessara staða er líka mikla sveiflur í komum ferðamanna, þannig að það eru dauði tíma ára annað, þannig að menn eru stundar hræddu þessar fjárfestingar, það kostar ekki mikið að malbygga plan. Þess vegna var ég að nefna dæmum það var þetta að flytja sko á milli Þingvalla og þannig að það var að fara upp í byggingu Reynifjöru og svo þegar það var búið þá getum við hægt og bítandi og þá til lengri tíma þá var náttúrulega byggja upp aðstöð og stöðum sem að kannski fáir koma í dag en væri hægt að byggja upp í lengri tíma. Ef það er viljið til þess að byggja ferðaþjónustu. Og fyrirmynd af þessu sjáum við sjá National Park Service í Bandaríkjanum sem er svona þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna, svona elsta apparatið og þar veit ég að þeir eru með svona ákveðna gullkálfa þar sem er alveg gríðalegur fjöldi og mikil innviðuppbygging og taka á móti fullt af fólki og þeir er ein stór stofnun að þeir geta veitt fé til hinnastaðana sem er ekki að fá eins marga og jafnvel eru sumir þjóðgarðar eins og Smoky Mountain og hluta því er gjaldfrjáls og en það svona hefur ekki mátt að heyra þá minnst að stofna hér þjóðgarðamiðstöð sem við tæki til með Öllferðilundin og Öllferðilsustæðin og þið sameiginleg stjórn. Við erum að eiga við það í dag að við erum með 3 þjóðgarða og það mismundi stjórnun og formaðum öllum. Þó svo þessi orði meira samstarf heldur var. Þingvelli eru undir forsætisráðuneytinu og svona part umhverfisstofnun, Snæfellsjökull eru undir umhverfisstofnun og síðan Vatnajökull svona einn og sér með síni einn stjórnun en það módel hugnast mér mjög vel og þó að hafi svona ýmislegt gerst síðan hann var stofnaður hérna á 10. áratugnum að það var margt í þessu módeli varðandi samstarf og samráð og afkomi heimamanna sem ég fyndist að reyndar mætti vera heldur sterkara að það hefur verið mjög farsælt. Það sem kannski vantað þarna er svona að þessir sko hagsmunaaðilar að samráða heimamenn þeir hafa kannski meira verið kúist hún og sveitastjórnum manna og kannski rödd þessara ferðaþjónustaðal sem er að vinna á svæðinu hefur kannski ekki verið alveg nógu sterk og við erum svona að upplifa það svolítið núna þessa dagana og svona oft kvarta undan því að stærri fyrirtæki úr Reykjavík og annað séu með meira svona þol eða meiri kraft á bakvis og hafi kannski meira hlutan að segja heldur með byggingu í héraði að koma í gegnum sveitastjórnina og náðu í gegn
En ég ætla aðeins eins og ég skildi þetta hvernig það var í Bretlandi, svo fór ég til Írlands og það var aðeins annað system, að þá ef maður myndi flytja til Íslands að þá var það þannig að það væri sjálfseignarstofnun raunverulega sem að fengi yfir umsjón með náttúruperlum Íslands og sögustöðum og sæju það að byggja þar upp sæmilega aðstöðu. Það bara hannig, þeir bara taka það. Það segja bara við erum með lista yfir 100 staði og við ætlum að setja það undir þessu stofnun og markmið að byggja upp á 20-30 árum góða aðstöðu, þannig að þoli áganginn forvitni fólks og loki ef á þarf að halda á þarf. Og þá er það þannig að þá getum við sem Íslendingar gengið inn í náttúru félag Íslands og borgum þar hóflegt árgjald og þá getum við farið hvert sem en þegar þú kemur síðan sem túristi að þá til þess að fá að vera þá þetta að kaupa árgjaldið þetta svona sama trix og notað í Feneyjum í vatnabússunum þar að þeir sem búa þar að þeir borga árgjald og sem hófstilt en þegar þú kemur alltaf bara verið 2 daga að þá þarf þeir að borga heilt ár og þannig þetta umverulega ferðamannaskattur sem notaður en þó þannig að þá sættast alltaf við og ef við vildum þá getum við gefið öllum eldri 67 ára eða yngri en 21 árs svona kort en þannig þetta látið virka eins og í Bretlandi, eins og ég skildi þetta Það er hárrétt og þetta svona svipuð hugmyndi eins og í þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna það fá eldri borgarar bara sent kort eftir að nærða ákveðnum aldri og þeir sjá sér hag því eldri borgarar komið þarna, þeir eru líka ofta að vinna sjálfbóðin störf og fleira og síðan ég sé ferðamaður endar, ég er nú búin að ferðast marga sem þjóðgarð og hefur þá langa tíma að fyrst sem ég gerir að fara í útivistarverslun og kaupa mér þetta árskort og finnst gaman að því, það fylgja svona hvern réttindi því, en ef ég fær og keypti bara inn í einstakt og þá er það mjög hátt og ég vil nú reynda svona ganga lengur í þessu og hreinlega að setja svona aðgangsgjald sem sagt bara að landinu. Ég þá kannski ekkert endilega að tala með hennan náttúrupassaða var en það má kalla það hvaða nafni sem Ég myndi bara vilja rukka hvern einasta ferðamann sem kemur til landsins, cirka 50 eurur sem að væri svona innviða og öryggisgjald sem myndi standa straum af þessu og sama hvort að ég ætlaði bara að vera stopover eða kíkja í 1 dag inn í Reykjavík þeir sem kæmi inn til landsins þeir myndi greiða þetta það er það sem ég sé fyrir mér og það myndi standa straum og byggja þetta upp þeim sem nota og þeir myndu greiða og þá er ég ekki endilega að tala þeir sem njóta heldur gerir skýran grunnum en þau að nota og njóta og ég held líka það sem er svolítið nauðsynlegt í þessu að svona bara varðandi markasetningu ferðaþjónustunum gagnvart heimamönnum að þeir skynji það á sínu skynji að þeir erlendi ferðamenn sem komi hingað að þeir þurfi og sé að leggja meira til þó þessi ég vissulega gera það í gegnum bensínskatta og virðisaukaskatta vöru og þess áttar og jável þessum 11% skatt að það er eins og það svona komist ekki skila þó að til fólksins þetta er líka svona ákveð ímyndarmál að íbúar verði vari við þetta og eins og þú ert að benda á að þá var og mér finnst við bara að reyna það að Íslendingar þurfa ekki að greiða þetta gjald benda á í þessu sambandi sem er mjög forvitnileg þróun í Lófoten í Norður-Noregi þar sem Norðmenn eru búin að fá nóga af þessum óhefta fjölda ferðamanna sem þangað kemur og á bara eftir og það var lagt áherslu á það að byggja upp svona ekki massatúrisma þegar maður sér það á Lófoten það er ekki svona stór hótel og það er verið að reyna að halda svo svona mannlegum skala sem að gerir náttúrulega Lófoten svo fallegt og mjög gaman fyrir Íslendinga að koma á það er eiginlega eins og við vildum að við værum Lófoten, af því að einhver leiti við fara út í meiri massatúrisma og svona stærri hótel frekar heldur og þar Vissulega, enda svo sem var engin svona stefna varðandi það þú manst á sín tíma þá bara og risu hótel hér nánast eins og Gorkúlur á höfuðborgarsvæðinu og það var svona kannski lítið velt fyrir sér hvað myndi gerast út landið og svona hvað allir þessi ferðamenn ættu að gera en sko á Lófoten því til viðbútar að nú er hugmyndi þeirra það innheimta gjald af öllum sem koma erlendu ferðamenn sem koma til Lófoten og nú er sko Noregur með svipuðan statusgarkvart Evrópusambandinu svo við og ég horfa á þetta og er mjög spenntur að sjá hvað gerist og hvernig reynsla þeirra verða þessu og mér finnst þetta að vera svona ákveð fordæmi sem við ættum að líta til
því að það svo margt sem við þurfum að gera og hérna sko með varðandi innviði þá það svona fyrsta sem að fólk dettur oft í hug, það vegakerfið, það brýrnar, það eins og nefnir klósett og þýmlíkt. Það líka eitt varðandi vegina með því að vera með svona mikið af gestum á vegunum okkar, að þá held ég að einhver daginn hafa komið að því að við getum ekki haft veginn okkur svona mjóa. Þú reyndar nefnir Noreg þar sem eru með samskonar fyrirbrigði, þar sem eiginlega engin, ég held að þetta kallað vegöxl, þar sem svona þröngir sem að eru bara, það ekki svona margir sem eru vanir að keyra á þessum vegum, sko. Það sem að bara ef ég ætla að víkja fyrir rútunni þá ég bara komin út af, sko. Svo vegir ekki lagðir svona nema í Íslandi og í Noregi. Nei, og þetta skapar ákveð óöryggi frá fólki sem kemur og jável sko margir okkar að gesta að koma frá stórborgum. Það sem jável ekkert að keyra. Þeir taka bara neða að lesta eitthvað hösta. Þannig að það setur svona ákveðin þrýsting á en sko það ekki bara fyrir ferðamennina sem sko oft í þessu svona skuldinni skellt svolítið bara á þá því að þeir nú þá á litlum og léttum bílum að sko þessi umræða var líka byrjuð svolítið fyrr þegar við ákváðum það að leggja niður sko siglingarhringjum kringum landið og settum alla þessa stórflutninga á þjóðvegina. Sem hver fullhlaðinn trukkur sem að keyra með eldisfisk frá Patreksfirði til Reykjavíkur eyðir raunverulega malbiki eins og sko ég held að sé bara sko 25.000 Yaris. Ég mitt fór þessa leiði núna í júlí og sá hvernig þetta væri þetta var bara alveg skelfing að sjá þetta og keyra það og margur ferðamaðurinn, það náttúrulega mjög mikið ferðamönnum þarna og ég sá alveg hvað þeir voru óöryggir og það síðan skapaði ákveðna, við getum kallað hættu því að síðan komu vanir Íslendingar á sínum fjórhjóladrifnum bílum á seinna 100-inn og vildu taka fram úr reykmekki og annað. Þannig að sko, þetta svona óviðunandi ástand. En kannski ef við má aftur varðandi innviðina að það sem við erum búin að sjá svo vel núna á undanförnum mánuðum og gleymist oft í því að allir mjög mikilvægir innviðir eins og allir bara landverðir, björgunarsveitur og viðbragðsaðilar að það telst til innviða og þar svona vil ég meina að kerfið sé löngu sprungið og þess vegna svo mikilvægt að taka eitthvað svona gjald og þar má benda að það eru afleiðingar af þessum mikla fjölda ferðamanna. Við sjáum bara á Suðurlandi þar sem að sko margfaldast svona álagið á heilbrigðisstofnanir á viðbragðsaðila og á björgunarsveitir ef eitthvað gerist. Eitt viðbragð í þessu meðal annars sem að gjaldtangan leiddi á Þingvöllum var það að nú eru þeir með viðbragðsbíl og þraut þjálfaðan slökkviliðsmann eða sjúkralið á staðnum sem hefur reynt og beint bara bjarga mannslífum en það eini staðurinn. Og við sjáum það eins og það bara þegar slysið var í Breiðmerkurjöklinum og nýlega að vissulega voru og það okkar happa, það ofsalega margir björgunarsveitamenn starfandi í ferðaþjónustunni þannig þeir voru eitthvað stað nálagt en það eru sjálfboðaliðar og sko fyrst og opinbera við bara var Höfni Hornafirði og það náttúrulega bara alveg óásættanlegt og ég vil sjá svona svipað á þessum stöðum. Reyndar svona samningu við milli Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og viðbragðsaðila og Selfossi þannig að björgunarsveitin í Reykholti með svona semi-bakvakt ef eitthvað gerist við Gullfoss og Geysi en það ætti að vera svona svipaður viðbragðsaðili en þetta kostar. Annar gæti verið á Suðurlandi kringu Víkum, Mýrdal, Kötlu, Jökli og Reynisfjöru og þar og síðan aftur fyrir austan varandi Skaftafell og Jökulslón og annað og slíkt gjald, svona öryggisgjald gæti greitt þetta og hverjir ætti þá verið í þessu? Já, við bræður skrifum nú grein í Vísi núna vormánuðum þar sem við vildum í kjölfar þessara válegu viðburða í Grindavík þar sem við kerðum svona eiginlega stóra viðbragði nánast á sjálfboðaliðum, lokanur á vegum og bjargir og hjálp og annað og sem voru á fótum framkomnir. Ég þekki marga sem starfaði og kannast við í þorpinu í Grindavík. Og langt út fyrir það því að stuðningur sem að fólkið fekk sko eftir að hafa flúið frá Grindavík, það var fyrst og fremst í einu óformlega samfélagi okkar og maður heyrði alveg þegar maður var að tala við Grindvíkingana þau voru klökk af þakklæti fyrir hvað við byggjum í góðu samfélagi en í vondu kerfi því að sko hefðu opinberað sem ætti að sjá einhverja svona að taka á móti fólkinu og svona það var bara alls ekki viðbúið. Nei, og það þurfti að kalla sko það voru sjálfboðaliða frá Rauða krossinum sem gáfu vinni sína hlup og vinnu og fleira og vissulega svona ef þetta svona gerist eitthvað annað slæði en núna segja okkar færustu vísindumenn að þetta geti verið eitthvað ástand ef við förum tilbaka 700 ár sem geti staðið 100-200 ár og ætlum við að gera þetta á sjálfboðaliðum
og við bætum og viljum fá þessa ferðamenn því að þeir eru með hvað þriðjung gjaldeyristekna okkar og þannig við þurfum að láta þetta máta saman og þess vegna við talað fyrir því bræður að það veri búið til svona viðbragðsteymi við Vá sem er þá kannski nýtt fyrirbrigði þar sem að til dæmis björgunarsveitamenn sem hefðu að því á og gætu gerst atvinnumenn í þessu og þeir hlytu ákveðna þjálfun og þjóðvarlið. Já, það er svona, ég myndi alls ekki vilja sjá en samt sem áður er líka kemur þetta inn og ég skal alveg játa það, ég horfi mikið til Bandaríkjanna varðandi við uppbygging og skipula fyrirlistarsvæða einfaldlega vegna þess að þeir eru bara með elsta systemið í því og hafa mikla reynslu af svona fljótlega þá var verkaskipting og við höfum gert það hér uppalega það var landir alveg svo hvað það er, þeir voru bara sinnt öllum skildum þeir þrifu klósett og lögðu stíg og allt annað og við erum reynda komið svolítið frá því, við erum að kalla og erum að selja þá vinnu út, en það er eitt sem er orðið svolítið únundan varðandi okkar landverði, það eru svona ákveðna valdheimildir sem þeir hafa. Við höfum séð það með mjög sorgleg dæmi gegnum tíðina þar sem að þeir eru reynt að stoppa fólk í að fara sér að voða sem þeir get ekki og sem hefur leitt til barnaslýsa og eins fyrir austan að það hefur verið svona óviss hvar þeir mættu stíga inn í og eins hafa landeri sjálfur því að við erum nú meðal annars með námskeið sem ég kenna og tók þátt í að búa til í samstarfi Umhverfisstofnunar þar sem nemendur okkar geta farið á námskeið og fá þá landvararréttindi og í samtölum við landverið þá segja sko bara við höfum enga þjálfun til dæmis í sprungubjörgun eða koma nálægt jöklum annað en það er það sem fólk er að sækja í okkur vantar svoleiðis slíka starfsmenn þannig að sem eru þá svona faglegar og við vitum alveg grunn þeirra og þetta samtal þarf svolítið að fara sér fram og ég vil að okkar erlendu gesti borgið þetta En þú talar að við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera þetta svona, við ætlum að hafa þetta eins og það skuldum raunverulega uppbyggingu sem hefur verið en þetta mun líklega halda áfram að byggja og við þurfum að gera svona en einhver getur sagt en Guðmundur kannski bara einlegin að við bara hleypum bara að fara inn bara, það er náttúrulega líka einleið núna er þetta getum ekki bara látið einhver flugfélög sem að þú veist í einhverju ofboði við að reyna að finna einhvern rekstrargrund og stjórna því að það bara móka þér inn einhverjum túristum hingað inn sem endanum þýðir það að sko að fólk væri einhverju slæma upplifun og svo er náttúrulega verðlagi hér og við erum með óstjórn þar líka og það bara þetta afspurnin versnar það er akkurat og sko ég er bara alveg sammála því að sko þegar ég horfa á svona tölu við erum á svipuðum stað núna varðandi fjölda ferðamenn og við vorum fyrir COVID og sem sagt við höfum svona miklar áhyggjur af þessum 2017-18 þegar þetta var svona bara virtist vera að fara lóðbeint upp og maður veit svo sem ekkert hvað er gerst en það var reyndar aðeins að fara að draga úr því og hvað við getum kennt það eru margar ástæður en það væri alveg gagnlegt að taka það samtal og velta þessu fyrir sér hvað þarf þessi atvinnugrein við til dæmis komin á stað það sem að 2,2 eða 2,5 milljón innan ekki að segja það er bara nóg við þurfum 20.000 erlendra starfsmanna til þess að halda þessu við yfir háannatíman eigum við innviði fyrir það og bara komast að niðurstöðum hvað viljum við fá marga það er til frægt dæmi það sem að bara upp á stykki sagt við viljum fá 423.482 og það reyndar er í Konungsríkið þar sem er mjög auðvelt að koma svona en þeir bara vilja ekki að fá fleiri því að þeir eru það er í Bútan og þeir vilja vernda sína menningu og sitt land og fólkið og annað og meira segja líka með hamingjur á þeirra þetta eru snillingar sko. og það er meira segja sko að 2/3 af þessum fjölda sem er ákveða kemur frá ríkjum í nágrenninu það er bara 1/3 sko Vesturlandabúi sem þeir farið manngreiningar álit varðandi það mér finnst alltaf lægi að ræða það eins og í kjölin sko eins og staðin er núna að hæja það ákveð á þessu og segja við ætlum ekki að hleypa fleirum ég tek alveg undir það að Ísavía eða eitthvað svona sko, sem er ríkisstofnun það gleymast ræðinni að þeir með stórkostlega stórveldistrauma að skipa breyta bara Keflavík að þið eru sér plönið þeirra hvað að vera á Keflavík þetta er bara risa borg sem er alltaf að reisa það þeir hafa líklega að fara í skoðun að fer til Dubai eða eitthvað slíka staði
Jú, ég meina, þú veist, kannski ef allur þessi fjöldi væri bara þar og þetta væri svona eitthvað svona mekka og svo færið þeir í burt á þess að fara hérna eins og eitthvað myndi segja á skítunum skónum, ok, en við þurfum og það væri alltaf sko allt í lagi að ræða það svolítið en sko hluta af þessu vandamáli sem hefur verið varðandi samgöngur innanlands og við vitum það að innviðir eins og vegir og samgöngur skipt, það sem er góða samgöngur þangað fer ferðamaðurinn og þetta hefur verið mikið umræðan á allir með svarandi hálendið og við sáum þetta með landmannalaugar eins og Anna Dóra bentu sín tíma hvernig þetta hefur breyst, við byrjum á Búrfellsvirkjun, þá komum góða vegu þangað, við fórum sem upp í Sigöldu, Hrauni og rendu upp í Vatnssveitarsstöð og það er komið malbik þangað og það aukningin í komum landmannalaugar var að nákvæmlega eins og við sjáum það eins og þeir sem er hérna á ströndum þau vilja fá svona aðeins að taka þátt í þessu en það eru bara hetjur sem leggi það að fara veginn að þangað og það er lítill straumur ferðamanna þannig að þú veist það ætti að segja okkur eitthvað en í þessari umræðu og þá er alltaf talað að lausnin sé svo að vera sko með beintflug á Akureyri eða beintflug á Egilsstaði það ræði það náttúrulega engin varandi Ísafjörð því það er náttúrulega svona stóra milliland og þú getur ekki lent þar en þá kemur öðru sem að ég hef svona stundu bent á að sko af hverju er ekki innanlandssamgöngur sko jafnvel bara styrktar alveg eins og við úr sameiginlegum sjóðum, við byggjum upp brýr og byggjum upp vegi og sendum fé í það og viðhalda á manna sem getur verið erfitt á veturna, það kalla eftir meiri snjómókstri. Hvernig væri að svona horfa til þess að niðurgreiða innanlandssamgöngur til þessara 3 staða? Sem að gera þá bæði náttúrulega hefði það góð áhrif fyrir Íslendinga. Þá frá Keflavík? Frá Keflavík. Og þú mátti ekki segja þetta sko. Já, þá átt að grafa undan Reykjavíkurflugvelli. Já, en sko, en hérna það eru margir sem að segjast vera að tala fyrir fólk á landsbyggðunum og uppbyggingu þeirra sem að vilja ekki heyra þetta. En sko þessi verðmættar að sveitarstjórnarmenn hérna frá landsbyggðunum lendi inn í miðjum Reykjavík. Heldur en að sé tenging ferðamannaströmmum beint út á land. Ég hef ákveðna alveg samúð með þessu sjónarmiði og þess vegna hvað ég minnur hljós líka það varandi samgöngu milli Reykjavíkur og Keflavíkur og mig dreymir að sjá þar svona lest eins og Heathrow Express sem gæti farið þarna á milli og það myndi leysa alveg gríðalega mörg mál ef þetta verið réttu stað, það er dýrt og það náði verið gert grína með fyrir það. En þú aftur að tala svona eins og við sem verðum að byggja og það sé eftir svona verðt að fá 5 milljónir túrista eða eitthvað. Við verðum að undirbúa okkur undir það. Nei, sko þessar tölur það kemur á móti spurningin, ég bara vil það ekki. Ég vil ekki hafa eitthvað blokkakerfi við hliðina á Mývatni sem er bara einhver hótel. Bara vil það ekki. Þetta er bara óeftir svona land. Ég vil freka vera eins og Lófóten. Það sem er bara byggð á mannlegum skala, það sem er bara fallegt. Og þú veist alveg það mátt að túristarnir borgi pening og svona, þá er þetta ekki eftir svona verð. Og þú veist, ég meina það er fólk að mótmála út allan heim, bara burtum með túristana. Já. Það er virkilega alveg sjónarmið, en sko þegar við erum stundum að taka... Það er mengun af þessu. Já, þegar við erum að taka okkur í samanburði við þessa staði eins og hérna Barcelona, Feneyjar og Tenerife og það voru svona heldur fleiri þar. Og við getum ekkert flúið eins og við tökum miðbæinn í Reykjavík. Í Barcelona þá er kannski svona aðri kjarnar hér og þar en ef við erum búin að taka miðbæinn okkar sem var eina miðjan eiginlega þú veist og leggja hana undir sko bara einhverja flughöfn bara túrist einhverja búðir sem er bara og maður sér þetta, maður sér bara búðirna bara snúa vöruúrvalinu sínu að túristum en ekki íbúunum. Ég meina við getum ekki farið upp í Ármúla eða fundið annan gamlan miðbæ og endurvekjað hann sko. Þannig að þetta er kannski meira í húfi fyrir okkur. Já, ég skil alveg þessa nostalgíu og annað. Ég sem strákur vann í Torginu í Austurstræti og ég man alveg út af hverju því ég var lokað á sínum tíma, það var vegna þess að Kringlan var byggð og ég man eftir hvernig umhverju breyttist þær í kring þegar búðirnar fóru allar upp í Kringluna því að þá var umræðan Gosinn er búin að vera dauð síðan svona 86 eða svo þá var umræðan það bæði Gosinn líka upp á Laugaveginn og þarna væri ekki nokkuð maður og við vorum í með þess að ræða það hér í borgarmálum að það hætti að byggja yfir allan Laugaveginn þannig að þetta sjálfur sér ekki nýtt og það var líka að tala um það hvernig akkur geti ekki farið niður til eina herrafattabúðinu Guðsteinn hinnar allar upp í Kringlu og annað
Túristarnir komin hérna upp í Ármúla eða Síðumúla? Síðan flutta hann þaðan upp yfir vegna að það væri ódýrar að vera þar og þangað var auðveldar að fá Íslendingin sem vill keyra og geta stoppa fyrir utan búðina. Þannig að, en sko ég verð nú að segja, þetta kannski smekksatriði fyrir marga og svo sem ekki svona, ég finn mjög oft niður í miðbæ en oftar náttúrulega í fylgd með ferðamönnum. Ég reyndar hjóla þarna oft í gegn, bý í Vesturbænum og mér finnst þetta sko bara himinn og hafkvæð, þetta miklu, miklu skemmtilegra, en ég kannski svona af því ég starfa í ferðaþjónustunni kannski ekki besti fulltrúin þess að lýsa þessu. Ég ætla hérna svona ekki fara út í þessa deilu, það samt þannig sem ég vil benda á, þetta sjónum oft sagt við þá að ég íbúið þarna og þá sagt, þú veist, náttúrulega sömi segja nú bara fluttu bara upp í Breiðholt það líka sagt, þú veist, að búið að breyta miðbænum yfir í einhverja tilraunastað sem með að reka næturklúbba sko til klukkan 6 á morgnana, ég veit ekki hvað kom yfir borgaryfirvöld þá sko. Það var líka sagt við okkur ef þú þolið þetta ekki farðu bara upp í Breiðholt. En ég sé þetta þarna af því að ég sé það að maður sér alveg hvernig sko vöru úrvali og þjónustu. Ég get bara tekið annað dæmi annars þar miðbænum. Þegar ég kem á hérna, ég man ekki hvað kaupfélagið heitir hérna á Hellu og Hvolsvelli, hvað það sé Netto eða hvaða búðir þetta eru, kjörbúðir. Krónan er í Vík og ég man ekki hvort það er Samkaup eða Netto. Svo kemur maður inn og horfir á það sem hefur verið að selja kjöt. Og það eru bara heilu rekkanir af hérna lærisneiðum í einhverju kryddsósu sem eru búnar til fyrir fólk sem er í sumarbústað og ætlar að grilla helgina. Og ég hugsa greið fólki sem býr í þetta. Þú veist, að þetta er eiginlega eina kjöti sem að það hefur aðgengi að. Er eitthvað sem að sko við borgarbúarnir hérna látum í borðum kannski 4 sinnum á ári. Þau hafa bara ekki að því að bara öll þjónustan hefur snúið sér að sko sumarhúsabyggðunum og svo að túristunum. Þannig að hérna... Jú, það er svo sem alveg rétt sko, en hérna... Það er út af þessu sem að sko mótmælendur eru á Kanaríeyjum og segja bara burtu með túristana. Jú, en sko, ef þú tala við þá sem búi í Vík í Mýrdal og þegar litla kaupfélagið var þar. Það er skiptuð þjóð þar bara. Já, en sko sumir eru mjög kátir með það til hvað vöruvalur eru miklu meira. Nú er hérna komið Káir sem er útibú frá Krónunni og það er alltaf nóg til að brauði og annað hérna þegar ferðamennska var að byrja. Þeir voru svo óhefnir að vanta eitthvað mánudagsmorgnið, þá var sem sagt flutningabíllinn ekki komin og þá var allir hillu tómar. Þetta var pingu lítið því að náttúrulega sko vörúrvali gat ekki verið meira, en vissulega eins og þú segir, þetta er sko vörúrvalið kannski miða svolítið af þessum massa sem er á hverjum stað og það er svona, þetta getur verið erfitt og þarf að laga sig að því, en það er náttúrulega allt annað að koma til Víkur, en eins og þú segir, þetta er náttúrulega meira hluti íbúða, ég held ég sé ekki að segja satt frá, sé af erlendu bergi brotin. En ég hef ekki búið niður í bæ og þegar ég flutti svona fyrstar og þá var þorp í bænum. Þá fór ég út og ég þekkti fólk eins og ég er í hverfi og þetta var að sömuleyti sko gott hverfi þannig að maður gæti bara lifað á tveimur jafnfótum og þurfti ekki að vera að keyra eitthvað út í stórmarkað en það þorp sem var til, það er ekki til lengur niður í bænum. Þannig að við fórnuðum því, kannski var ekki verðmæti því. Við erum oft til í einhverjum svona breytingar, við sögum við fólki sem að bjóða Þingeyri og misti kvótann og sögum að fluttu bara suður. Þú veist, það er ekki verðmæti í samfélaginu Þingeyri, því að við finnst að peningarnir finn ekki eitthvað verðmæti en það var ekkert verðmæti en það bara farðu. Þannig að sömuleyti er þessi stemming í ferðaþjónustunni og kannski, ég veit ekki hvort það sé hægt að ræða þetta, en þeir sem að ráða ferðinni eru fyrst og stóru aðalarnir, Isavia og flugfélögin og svo þessi stæðstu aðalarnir í hóteluppbyggingunni. Og þú nefndir áðan að það sem er skipulagsvaldið er á sveitarfélögunum, að þá er kannski ekki verið að ræða við alla sem að hafa eitthvað svona hag af þessu, heldur bara þá stóra sem eru að koma með eitthvað stóra framkvæmdir og smátt verður uppbyggingin í takt við þá sem eru stæðstir, öflugastir, frekastir og með mest aðgengi af fjármagni. Já, og það náttúrulega rekur svo sem eftir, sko, hvað verður eftir í sveitarfélaginu og það náttúrulega segir sér allt og stórt hótel greiði mikla hærri fasteignagjöld heldur en einhver skúr fyrir fjallæliðsögumann sem er að gera út eitthvað einn eða tvo túra. Eða eitthvað svona moms and pop business sem að fólk er að búin að breyta hlöðunni í...
En það nú það svona fallega við ferðamennskuna og það sem að mér svona hefur dreigið mig að og ég hef svona kynst vítt og breyttu landa því við erum þessa litlu hópa, að það einmitt þessi litlu fjölskyldufyrirtæki og þess vegna sagt sko það sem við erum með dreifðar og brotna byggðir að ferðaþjónusta kannski svona eitt besta bjargaráðið þar sem fólk getur bætt ykkur við. Líka eru á sjálfsögum líka til sjónarmið af hverju þar þurfa bændur að einn aðilinn sér skólaaksturinn eða kennslu og síðan það ferðaþjónustan á sumrin og annað og af hverju samfélagi ekki þannig að hægt að hafa tekjur að því. Þetta náttúrulega mjög erfitt en sko ég held samt sem að margir staðir sem sagt í byggð og jafnvel það að fjölga fólki einmitt út af ferðaþjónustinni. Og bændur virkilega sko þá ertu komin svolítið í samband við landi og annað og mér finnst þessi svona hugmynd það bara kannski spurningin að menn veri ekki of gráðir og ætla að gera þetta allt of mikið það sumstaður orðið þannig að hafa þetta hæfilegt og kem þá inn að þessu sem þú veist að tala sko að þú vildir hafa Mývatn eins og það og sko ég get alveg tekið undir það ég á nú ætti mínar reykja þarna norður úr Þingeyjarsýslunni og hef séð gríðarlega breytingar og nú eru komin þarna sko 3-4 stór hótel og sko mörgu leiti þetta náttúrulega einstakur staður og ég myndi vilja sjá að fólk segði bara já herri nú þetta orðið gott reyndar bara okkur gæfi til að hafa þau svolítið frá vatninu þó að það væri nú svona vaxtaverkir í varðandi frárensli og fleira þar sem menn voru að reyna að fara fram hjá lögum og reglum og það kemur aftur inn á öðru sem okkur vantar tilfinnanlega og svolítið svona, ég veit ekkert hvort það sé íslenskt eða hvort það sé glóbalt, ég hef nú ekki skoðað en við gerum oft fín plön og setjum peninga í að búa til eitthvað system, eitthvað kerfi, eitthvað þessar en síðan það skilið eftir að þau reka kerfið við erum eitthvað margátt á þetta upp í háskóla og það eins og ég tók þátt í að búa til nám fyrir sem sagt erlend starfsfólk sem að vill kannski hasla sér völl í ferðaþjónustu sem á ensku, þannig að það sé ekki á íslensku og það átti að vera netun á þess áttar og við erum tilbúið með námskrá og allan pakkan og við erum aðvar stolt af þessu en við fáum ekki fjármagn til að setja þetta í gang þetta bara býður eftir fjármagnin það sem líka aftur sem sagt mjög nauðsynlegt og það svo ofta við förum af stað eitthvað og búum til eitthvað flott konsept en gleymum það að fara að reka dæmið mjög frægt dæmi til dæmis upp við Leirhnúk það sem voru kostaður að skattfé göngupallur fyrir eitthvað 20 ára síðan hann bara grotnað niður meðal annars út af deilum, þetta náttúrulega einkalandi hver ætti að sjá þetta, hver ætti að greiða þar vildu heimamenn sem áttu landi setja upp og rukkunarskýlið þarna ennþá og mér svona ringur en það var þeim að banna að gera það þannig að sko það þetta sko eftirlit með þessum þáttu sem við setjum við erum til dæmis nú að búa fyrirbreiðið öryggisáætlanir við erum búið að vera mikið til umtals og ég nú einmitt að vinna ákveðið verkefni í því sambandi þar sem að ferðaþjónustu eða leiðsögumannaland eru nú bara að svara svona ákveðnum spurningakörnum og ég aðeins farin að fá svör að það svona vita allir út af hvað þetta gengur en stóri hlutan öryggisáætlun með það að skapa ákveðna öryggismenningu meðal fyrirtæki og öryggisvitund með starfsmanna og þar sé ég það sem ykkur grunaði að það allt ofta að þetta gert eitthvað staðar hérna hátt uppi og þeir sem eru niður á gólfinu og eru með ferðamönnunum að þeir vita ég kannski ekki hvað stendur í öryggisáætlunni eða þeim ekki kynnt hún og það sko ferðamálastofa sem samkvæmt lögum á að hafa eftirlit með þessu þeim skortir hreinlega fé til þess að geta haft þeir fari í svona random kannanir en þetta eru nokkuð þúsund aðilar sem að keyra ferðir á Íslandi og getur rétt ímyndaður utanumhaldið og fljótlega þá sjá aðilar það við bara gerum eitthvað sem kallum öryggisáætlun og setjum upp í hillu en í henni tiltekið að þá uppfærunarreglulega, þá á að upplýsa starfsmennum það á að láta þá taka þátt í að gera þetta og það hluta því að búa til þessu öryggisvitund og öryggismenningu. Það svona megin partur, en það ekki aðalatriði að það upp í hillu. Og eftir ég ræði við fólki ferðarþjónustu og segi öryggisáætlun, ég byrjar eina ferðina, en það sko ferli, það vinnan.
Það svona sem að skipti máli þessu. Þess vegna mikilvægt að hafa þetta þarna inni. Þetta það sem að siðfræðingarnir segja líka, þegar verið að búa til siðareglur, þá mikilvægast ferlið sjálft. Já, samtalið, og koma sér saman. En það er ekkert gagnaði að hafa siðareglur þar þetta bílu, sko. Nei, og bara skrifa það. Og við eigum dæmi held ég að séu siðareglur í þinginu hafi eiginlega verið bara búnar til svona bara skrifstofunni. Þeir hefðu haft gott að þingmennir að fara í gennum ferlið. Eitt sem hefur verið talað og ég var nefndi áðan að það svona hátt verðlag og slíkt. Það er svona hugmynd að allt í einu getur þetta hrunið. Svona fyrir einhverjum tíma, ég held að sem 5-6 árum þegar ég var að skoða ferðaþjónustuna þegar uppbyggingi var hvað mest og þá fór ég og skoðaði tölur, ég man ekki hvað það kom, bara frá Alþjóðabankanum eða eitthvað tölur ferðamanna í öllum löndum heims og ég leitaði og ég sá eiginlega hvergi dæmið þess að sko ferðaþjónusta hefði hrunið nema út af borgarastyrjöld eða styrjöld eða þú veist bara einhverju meiri háttar áfalli. Að yfirleitt þá er engin dæmi það að eitthvað land bara eins og stundum að tala um fór úr tísku eða eitthvað svona auðvitað getur stöðnun og eitthvað svona en ég fann eiginlega engin dæmi allt í einu bara allt búið sko, síldin farin hverjir eru hættunar á Íslandi er það hætta á því að við verðleggjum okkur út en þá koma bara líklega þeir sem eiga meiri pening eða hvað? Já, sko ég tek undir þetta með þér að svona minni reynslu og lestir á fræðigreinum og kennslun og annað, þá hef ég ekki rekist á neitt svona dæmi nema sko ef við förum aftur tilbaka þegar fjöldaferðamennska var sem mest hérna á Spáni eins og sem Mallorca er oft ekki sér dæmi það að þá svona dalaði þetta mikið en þeir fóru í gegnum endurlífgun lífdaga reynlega með breytingu og hérna uppbyggingu innviða varandi markaðsett á staðinum og fá öðru í þessi hóp og slíkt. Það er náttúrulega núna með raunverulega efnameiri fólk heldur að var áður. Já. Af því það er bara verðlagið hérna fór upp hjá þeim. Já. Þannig að við getum átt svona dal eftir. Já. Það sem gerist sko svona eiginlega freka með breytingum á verðlagi að það verður svona breyting á samsetningu ferðamanna, sem hópsins sem kemur. Og það getur dregið rösklega úr. Nú talaðum það sko svona Noregs í tísku og annað, ég held að það hefur svona meira að gera með sko verðlagi þar og þróuna sko krónunar heldur en hérna endilega hvort það sé í tísku eða ekki. Ég held að Ísland sé ekki svona mikið minni tísku en auðvitað er þessi umræða að sko gengis þróunun og síðan líka náttúrulega þessi hérna vaxtagjöld og annað við leitt til þess að fyrirtæki að verðleggja svo svolítið hátt. Sum að verðleggja sig allt á hátt við lífmenna og ekki með svona ákveðin, ekki með nógu góða fyrirhyggju því, en það er bara rosalega okkur hérna, þú veist. Já, kannski bara heldur á matardiskum og maður horfir á hann og segir þetta er svona 650 krónum á dýrt. Það er alveg rétt, en sko ég hef oft gert að leik mínum að það hefur verið dæmi það að pulsan kosti hitt og þetta eða hamborgarn og þess aftar og svo fer ég að skoða hvernig það er í Bandaríkjunum annað, að við svona oft á tíðum að baka hugan hvað þetta kostaði fyrir nokkrum árum, að dýrtíð á fleiri stöðum en hér. Og ég held að það sé að hluta til líka ástæðan fyrir við að það eru svona blikur á lofti, að það er bara almennt þetta svona óöryggi og efnahagsástand, öryggisleysi sem svolítið viðráðandi og að þú nefndir sko hvað geti gerst sko að ef við getum talað um einhverja ógn eða óvin í þessu þá er það kannski bara hérna móður náttúra að við munum alveg hvað gerðist hérna í Eyjafjallajökulsgosinu og reyndar heppin að það var hægt að fljúga til vesturs en það var lokað til austurs að eldgos sem að hérna hefur áhrif hér og innviði og annað eða þá kannski einhver styrjaldir á óoran og helstu markasvæðum að það getur breytt þessu en í þessu sambandi að þá svona líka gleymum við stundu sko, við erum að fá 2,2 milljónir ferðamanna hérna. Fyrir COVID þá var sko alþjóðlegi ferðaheimurinn að það var svona 1,5 milljarður manna á ferðalegi. Þannig að við erum sko svona brotabrott af þessu. Og það eru margir markaði sem eru svona ókannaðir þar sem að fjöldi fólk sem við vitum hefur áhuga að koma hingað. Bara allir sem svo Kínverjar, þeir eru ekki búin að ná sama styrk sínum hér og var. Sem segja, það sé hérna eftir eitthvað góða, að hluta til ástand kannski svo okkur aftur skortir innviði, við bara hreinlega okkur vantar fólk sem getur til leiðsagt þeim
og víða eru kannski veitingahús og veitingastaðir kannski ekki undirbúnar því þeir eru ákveðna kröfu varðandi mat og fleira þannig að núna erum við að byggja það upp og ég bara sé það í leiðsögunáminu hjá okkur að við verum með frábæra nemendur, reyndar myndi ég alveg vilja sjá á fleiri sem eru alveg tala góða íslensku, tala frábæra ensku og eru með kínverska bakgrunn sem bara gott að búa hérna, nokkuð vantar fleiri þá til þess að taka á móti þá góðum, getum kallað og það alltaf verið að tala velborgandi ferðamenn eins og það sem sér Íslands það eru allar þjóðir heims sem í ferðaþjónustu vilja fá þess að gæsalappa velborgandi ferðamenn það segir sig sjálft að alveg bara eins út með verslun þú vilt elska að selja dýrustu hlutina þína í búðina því að það er kannski mesta framleiðin á því Það getur verið, það er svona ein tegund að business að selja fágæti og selja dýrt, en þá þarf það að vera með fágæti. En annað að selja bara massanum ódýrt og taka það á magninu. En þá spurningin, hvort eru við að gera það í ferðarþjónustunni? Þú getur ekki verið hér með bara eins og sért í einhverju massa og ætla að fá eitthvað á hátt verð fyrir fágæti og þú kemur og þú horfir bara hnakkan á manninum undan þér. Ég er alveg hjartanlega sammála því eins og ég segi, minn svona bakgrunnur og það sem ég hef einbeitt með ráðallum í leiðsögninni þá kannski svolítið þessi fágætis ferðarþjónusta, en ágætisor og þar kemur aftur inn svona þessi stýring og við heyrum það eins og með skemmtiferðaskipin reyndar og það gleymist líka stundum það nú ekki nema eitthvað rétt tæp 200.000 ferðamenn sem eru að koma með skemmtiferðaskipum þeir koma þá á mjög afmörkuðum tíma og afmörkuðum staði rigninguna það munur á því hvort það rigni yfir allt árið eða komi steypiregn og þar hefur skort á og ég skilði það aftur þetta hefur verið hagspóta fyrir sumar þessar hafnir þar sem kemur allt inn fullt af pening til þess að viðhalda höfnin sem þið dreymdum og það er gott fyrir sjávarútvegsfyrirtækin og annað en núna held ég að sé lag að þess að velta fyrir þessu hlutum og Ísafirði hafa allir tekið ákvarðanir varðandi framhaldið það sé ekki fleiri en x margir sem koma hverjum degi og mér finnst alveg ólíkindum að það er svona miðlægt apparat sem Cruise Iceland sem sér þetta og að markaðsetja þetta að það sé bara búin til slott við viljum bara fá max 2 skip og þannig en staðinn við ættum að geta stýrt í hefði ég haldið en þar svona hræðslan við ef þið gera þá hætti eitthvað að koma og þá minkar og eitthvað og ég segi bara alveg svo þú segja þá er það bara þannig þá fáum við þessi minni leiðanguskip sem að eru bæði svona stoppa lengur Já, það stoppa lengur, reyndar annað sem að... Hægara, eða ekki? Er það ekki eitthvað svona hægari? Jú, það eru ferðamenn sem vilja fá en svona sumstaðar, reyndar við erum svo sem búin að ná held í ágætis stökum á því að þeir eru gjarnan að stoppa einhverjum svona skrýtnum stöðum og setja fólk í land hérna á gummibátum, eins og var fótur og fitt þegar var það eiginlega svona landtaka á Hotströndum og landurinn sá bara svona mótorbát að koma eins og þannig leið eiginlega á Normandí, það er nú búið að eiga samtal og ná utan það. Herðu Guðmundur, gaman að fá þig. Þakka fyrir að bjóða mér. Sláum botnin í þetta að sinni. Við fórum víðamöll. Já. Takkilega. Þakka þér. En ég ætla að setja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.